Byssutökkfell. Ljúfa líf! Ég reyni að redda fyrir þér. Alla fórstu. Slæpa sparast! Allir bólakar sem njóta þess sem þú óskar. Gott kvöld og verið velkomin í þennan fjórða þátt 30 ára sögu sjónvarpsins. Að þessu sinni ætlum við að fjalla gaman og skemmtiefni í sjónvarpinu og kemur í ljós að það er af nógu að taka. Fyrir 30 árum var engin hefð til að byggja á og því mótuðu fyrstu árin mjög meðferð gamanefnis og ekki síður væntingar almennings. Það var nótt þú drafst. Ekki drafst, bang. Nú, heldur hvað? Heldur þú drafst á dyr hjá mér. Kominn? Ekki kominn. Og víst ég kominn. Já, en þetta stendur í textana, getur aldrei lært þetta, við erum margbúin að æfa þetta. Strax í árdaga var ákveðið að efna til skemmtiþáttar áramót og hlaut sá þáttur nafnið Áramótaskaup. Líklega var engan óra fyrir því á þeim tíma að þessi þáttur ætti eftir að verða rauður þráður í gerð gamanefnis í sjónvarpi. Áramót, áramót, en nýja árið lofar betrun og bót. Áramót, áramót, þótt fólk í flokkana sé ljót. Þeir okkur gefa undir fót, yfir lífsins leggja brjót, hittust heilum næstu. Í upphafi var að ræða blandaðan skemmtiþátt með tónlist og áhorfendum í sal, en árið 1967 var einnig bætt við stuttri gamanóperu eftir Flosa Ólafsson. Örlagahárið, það var fyrsta óperan sem að sjónvarp tók til flutnings og það var ekki ráðist á garðinn þar sem það var lægstur. Það var ópera upp úr Njálu mestanpart og með okkur Sigríði Þorvaldsdóttur. Eigi skal höggva! Öxin hún inni lostin, ánans vesinn kæri. Voga strengur brostin, bara við hefðum snæri. Lokkur þínu ljúfa hári, ljúft að eiga væri. That's what I thought. Sigríður Þorvaldsdóttir bar nú uppi eiginlega sem prímadonna megnið af mínum skaupum. Hún var alveg ótrúlega flink og skemmtileg og fyndin og góð komedíen. Ég elska klassíska tónlist, góð ljóð og fagrar bókmenntir. Varu til vinstri, hætta til hægri, varu til vinstri, hætta til hægri. Í tilefni af hádeginum þegar breytt var yfir í hægri umferð á Íslandi var efnt til skemmtiþáttar í sjónvarpssal með helstu poppurum landsins og klassískum söngurum. Raumur með ónýta eins og auglýn. Ég hafði saklaus ekki á hægri kanti, en endist út í móa af vinstri handa fanti. Römpun takt fast nú, trygg mun aðferð sú, sér beygja hú, hafkir saman þú, æfið enda sentendum slatir, niður í aurinn ég og þú. Almáttugur, þetta er maðurinn minn, hann er að koma. Hvað ertu að meina, manneskja? Ég er maður þinn. Hvernig læt? Bessi er náttúrulega alveg óborganlegur og þau voru saman stundum Didda, Sigríður Þorvalds og Bessi og ég man eftir mörgum alveg óborgan eins og þegar þau léku ballettparið. Andrés Rasanova, hvað er list? Vinna, vinna, vinna. Þrotlaus vinna frá morgni til kvölds. Slaka bókstaflega aldrei á kröfunum. Því líkaminn og sálin
verða að haldast í hendur. Akúte. Og Olga? Já, vinna, vinna. Jú, það má náttúrulega segja það, já. Vinna, vinna, æfa, æfa, ekkert annað. Svo það mætti daginn eftir sko, einhvern vinnustæði eitthvað sko, og þá eftir allir æfa, æfa, vinna, vinna. Þá vissi maður að Skubbi hafði gert sig sko. Flosi gerði óspart grín að íslensku þjóðfélagi og eitt af því var Fjallkarlinn. Það var þetta var parodía eða svona spegilmynd, grínspegilmynd af fjallkonunni. Og svo var öll stellan og pípisett í gang, það ískraði í mikrofónunum og Jón var í skikki og með horn og svo fór hann með eitthvað ofboðslegt þjóðrembukvæði sem ég hefði sett saman. Andinn í sjónvarpinu, það var að berja hlutin í gegn og allir voru kátir og glaðir að vinna dag og nótt og allt svona sko. Hjarta fagnandi flytur, fagra vornætur ljóði. Það sem Flosi söng hérna, það svo geggjað að geta hneggjað. Þetta sveið sig inn í vitund mína. Þetta fannst mér æðislegt. Ég man alltaf eftir því einu Skaupi Flosa þegar að sállæknirinn var að fá hina þessa gesti og það kom þarna ein dama inn. Ég gjör svo leggjast þarna, legubekk. Ekki sama þó ég standi, ég alveg dauð uppgefin eftir daginn. Þá alveg hreint rak upp skellihláturinn, aðrir sussið á mig og sagði hvers konar húmor þetta eiginlega? Þetta nú gróft hjá honum. Og þetta þætti nú ekki gróft í dag. Það var hlut af gríninu fyrir mér að yrði allt vitlaust. Mér langaði til þess og mér varð svo sannarlega ósk minni. Það varð allt brjálað þar sem að maður hafði eitthvað komið við. Ef hér aura von, ætlum við þér mammon. Fugla og fisk í sjó, frjósama dali. Seljum fossa og fjöll, föl náttúran öll og landið mitt nú taki tröll. Snemma á 8. áratugnum hóf skemmtiþátturinn Kvöldstund göngu sína þar sem Egill Eðvarðsson og Jónas R. Jónsson voru við stjórnvölinn. Þátturinn lagði grunninn að gamanefni næstu ára og þar komu nýjar gamanpersónur fyrst fram. Kaffibrúsakarlarnir í túlkun Gísla Rúnars Jónssonar og Júlíusar Brjánssonar. Útlit þeirra var sótt í teiknimyndapersónur í tímaritinu Mat en þeir öðluðust strax eigið líf. Og við byggum til þessa karakter þegar við fengum bara búninga á morgunin og þeir urðu bara til morgunin. Það voru reynda fyrstu 3 brandararnir sem við sögðum, þeir voru upp úr matmagasín. Það var bara útfærsla á þessu brandurum. Svo urðu þeir til og svo fórum við smá saman að skrifa okkar efni sjálfur. Þannig að þetta er sennilega fyrstu persónurnar sem hafa orðið til í sjónvarpi sko að þessu tagi, svona gaman persónur. Þetta kvenfólk maður. Og er það nú konaðinn einu sinni enn? Nei, það er hún amma. Og hvað með hana? Það er alveg agalegt með hana maður. Hún skal ég segja, það var tekjur henni hálft hanskahólfið og annað hjartahólfið og lifurinn og annað nýrað. Lifum hún þetta af? Nei, hún gerir það ekki. Mér fannst þeir alveg rosalega skemmtilegir og ég man að fólk einmitt slóst blóðum bardaga. Ég veit ekki hvort þeir væru fyndnir eða hvort þeir væru viðrinni. Ferlegt ég að týna hundinu mínum. Hvað svona, lætur ekki bara auglýsingu í blöðið?
Það þýðir ekkert, hann kann ekkert að lesa mig. Við hétum ekki neitt og enginn vissi hver þessi skrýtnu kallar voru og ég held að allir værum svona 50. Ég var 18-19 ára og Júli var heldur 21. Heyrðu, það er agalegt með hann Egil frænda maður. Nó, hann er búinn að missa 3 kettlingarna bara á örskömmum tíma. Úr hverju dóu þær? Já, 2 þeirra áttu eitraða sveppi og dóu. Og hvað með þá þriðju? Já, hún höfuðkúpu brotnaði. Lenti hún í slysi? Nei, hún sko neitaði að éta sveppina. Áhorfendur bjuggu til þetta nafn, kaffibrúsakallarnir. Það var hringt í heima og sagt getur fengið kaffibrúsakallarna til að skemmta. Kaffi hvað? Brúsakallarna? Vítu hver eru það? Það er þarna þessi sem eru í sjónvarpinu? Já, þar með var nafnið komið. Nánast fastur liður í áramótasköpum er þegar gert er grín að auglýsingum. Einstaklega geðfelld kona í einstaklega geðfelldri loðkápu. Frá Geðfeldi. Hún notar geðfellda loðkápu og henni er alltaf hlýtt. Starta ekki eins og hengilmanna, rétt úr þér maður. Já, henni er alltaf hlýtt. One more time. Ugla satt á kvisti er einn eftirminnilegasti skemmtiþáttur úr sögu sjónvarpsins, en hann var með ýmsu sniði. Kjarninn myndaðist í kringum skemmtikraftana Gísla Rúnar og Júlíus og þá bræður Halla og Latta sem nú voru komnir til sögunar. Og sprellið átti sér engin takmörk. Já, ekki snerta hurðina. Hæ? Bara glerið. Bara hvað? Bara glerið. Bara glerið, já. Já, og stíga vel yfir þröskuldinn. Já, já. Ertu tilbúinn? Hæ? Ertu tilbúinn? Það er lokað enn. Ertu tilbúinn? Nei, það er ég ekki. Stíga vel yfir þröskuldinn. Já, hvers það skaldiralæsing er þetta? Ertu tilbúinn þá? Ég á í þá. Svona já. Efri endan inn og þrýstu svo á með öxlinni. Með öxlinni? Já, hægri öxlinni. Hvernig náðu þetta? Hægri öxlinni. Hægri öxlinni. Það er ekki hægt sko, ég var inn á það. Læsingin er efst í horninu, pröfðu að banka þar. Það getur smábriðið samband. Efst í horninu? Efst í horninu. Passaði á hurðinni því að þegar hún opnast þá hún leiðir út. Snertu ekki hurðina, labbaði aðeins aftur á bak með henni að það er verið að opna. Já. Það verður að vera tölvöld aftalega því að það leiðir með þröskuldinn. Stígðu ekki á þröskuldinn. Stígðu ekki á þröskuldinn. Farðu aftar. Hún leiðir út með þröskuldinn nefnilega. Já. Passaði. Já, lokaðu hurðinni aftur. Lokaðu hurðinni aftur. Stíga vel yfir þröskuldinn. Já. Passaði, lokaðu aftur. Hver geti þetta nú? Þetta er mamma þín. Hvað á ég að gera? Opnaðu fyrir henni, maður. Ha? Aha. Jæja, ég er kominn til að vera hérna. Illir við þitt. Já. Vertu það þá. Uglan var síðan að skemmtiþætti með áhorfendum og enn síðar að spurningaþætti, en grínið var aldrei langt undan. Þetta er ákaflega mikilvægt fyrir geðheilsu þjóðar sem býr við slíkt myrkur og slíkt skammdegi og slíkan veðraham sem er á þessum tíma að hafa svona efni í gangi að minnstakosti við veturinn. Mér er skemmt í djammi ef ég gæti dent eins og óður maður, ég er svo ásaglaður að ég dái gæti því ég kann mér ekki læti og æði allt á sokkaleistunum. Mér líður svo vel því allt í brjósti mér ég er og hún heitir Gunna, alveg eins og tunna, illa klemur saman en þessi gaman, hún er svo djúpt, ég ætla að bjóða henni út.
Skömmu síðar voru Halli og Laddi orðnir það vinsælir að þeir fengu sérstakan þátt fyrir grín sitt. Hvað þið bragðast? Hún er köld. Súpan? Nei, flugan. Já. Siggi? Nei, þetta er ekki Siggi. Nú, þá er hringt í skattnúmer. Já, alveg áreiðanlega. Því það er ekki einu svona sími hérna. Það fá einn ís og tíkall. Tíkall? Skemmtiþættir í þessum dúr komu og fóru, en fastur gamanpunktur í tilverunni var hið árlega skaup. Flosi Ólafsson stýrði sínu síðasta skaupi árið 1976, en í hönd fóru ýmis tilbrigði af áramótaskaupi. Ég ætlaði að fá að semja skattinn minn. Afgreiðu konuna, Matthías. Afgreiðu konuna. Tæmi veskið. Tæmi veskið. Leggja hana. Leggja. Gjörðu af. Gjörðu af. Engjarnu. Engjarnu. Hristala. Hristala. Kemur ekkert úr henni. Áfram með hana. Áfram með hana. Kaffi. Kaffi. Það var öll þjóðin við þetta, börn og gamalmenn og allir. Þannig að þetta hafði náttúrulega miklu, eða ég býst við þetta, allt sem kom í sjónvarpinu þá hafi haft miklu meiri slagkraft heldur en það hefur núna. Skaupið 1976 fjallaði miklu leyti Geirfinnsmáli sem þá var í algleymingi, en Flosi tók sérstaklega fyrir hinn þýska rannsóknarlögreglumann og aðferðir hans. Ég er frá síðdegisblaðinu, það er bara að kynna með þýsku rannsóknar aðferðina. Pressenstunk, journalistenstunk, fernsehenstunk, radiostunk. Aha, stunk! Mér finnst þetta skaupans Flosa frá þessum tíma, þó að það sé barnsins tíma, það finnst sér margt í því alveg ótrúlega gott og alveg ótrúlegt innsæi sem að sýndi í því. Vegna þess að síðar, löngu síðar, þá voru menn að tæpa á hlutum og tala um hluti sem hann gefur í skyn í þessu skaupi og þótti alveg hreint fráleitt. Hér á þessu borði eru þau tæki og tól sem áður voru notuð fyrir yfirheyrslur. Og við skulum byrja á þessu tæki hérna, mitt uppáhaldstæki. Það er svokölluð rulla og hún þarfnast nú engra skýringar, það. Og til að fá meiri pressu þá. 1, 2 og... Og svo er það hérna hakkavélinn. Ansi skemmtilegt tæki. Það virkar þannig, skal ég segja ykkur, að hendin var látin ofan í og síðan snúið hægt og rólega. Já, við vorum ekki verið nógu fínir til þess að fara í áramótaskaupi á þessum tíma. Síðan hérna komumst við nú inn í áramótaskaupi og þótti mikill heiður að Laddi var fyrstur til. Ég man alltaf eftir hvað mér þótti það merkilegt þegar Flosi bauð Ladda að vera í skaupi. Það var mikill heiður, Ladda fannst það svo mikill heiður að hann rakaði af sér skegg sem var búinn að vera með í 10 ár. Vinurinn látin í skóna og tekið svo létt ásláttartæki og laði létt á. Það til að játa það sjálfsögðu. En nú skulum við víkja að þeim tækjum og tólu sem gefist hafa betur en orðfá lýst til að knýja fram játningar og yfirlýsingar á með tíma. En við skulum nú kannski láta Klúts skýra betur frá þeim. Ertu frá þér heldur ég færi að segja frá því í sjónvarpinu? Þetta er ákveðin maðferðin beitt þegar verið að knýja fram játningu. Þú getur ímyndað það. En ég hef ekkert fyrir mér í því svo sem það. Ég ætla nú ekki á gamalsaldri að fara að láta lögsækja mig, ertu vitlaus alveg. Þessi póki er loftþéttur og ekki bara það, heldur lofthendur líka. Vegna þess að loftinu er ekki pakkað með. Hvar er það? Já, við höfum það nú hérna í sérpóka. Hæ, 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 þú ert þú.
ert örugglega þú. Hæ, 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 þú ert þú. Hæ, 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 bæ, 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 bæ. hæ, 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 það ert þú. Akkur ekki hægt að hafa eitthvað skemmtilegt eins og til dæmis auglýsingar? Já, Lalli og Hatti, fara þeir ekki að koma? Árið 1978 var fylgst með fjölskyldu sem var heima í stofu að horfa á skaupið en fannst heldur lítið í það varið. Já, ég tek með mér nokkur flís og fá eina rækkitt. Já, stelpur, þið voru búin að lofa að vera fyndnar í kvöld. Ég veit ekki. Hefur þú heyrt talað um manni sem gekk alltaf með flísatöng og stækkunargler í vasanum? Nei, til hvers gerði hann það? Til þess að geta mýið. Þessi var rammur, mamma. Ári síðar náði diskótímabilið hámarki sínu og því var tilvalið að sjálft áramótaskaupið færi fram inni á diskóteki. Já, það aldeilis líf í tuskunni hérna. Já, það er bara fjörug. Hvað var það? Einn bjór, takk. Einn bjór, já. Já, svo þú ert sendiherra. Sendiherra? Já. Nei. Nó. Nei. Lögmaður. Lögmaður? Nei. Nú sjómaður. Sjó? Já, sjómaður. Já, þú ert aldeilis spöksamur. Ég er hvorki sendiherra, flugmanni, sjómaður. Ég er bara venjulega maður. Nei, þá mátt þú ekki þetta bjór. Árið 1980 voru leikarar í verkfalli og því var áramótaskaupinu breytt í skemmtiþátt með áhorfendum. Stjórnandinn þar steig sín fyrstu spor í sjónvarpi en átti eftir að koma aftur við sögu mörgum árum síðar. Og það er ekki ráðast á garðin þar sem hann legstur þegar við kynnum næsta gest. Og svo tók ég lagið mitt þarna og það var skemmtilega afkáralegt og það var náttúrulega úr sígildu verki, úr Rauðhettu, þar sem að ég söng lag Veiðimannsins. Já, nú held ég bara í þessu ætti og haldi heim á leið. Valeri, Valera, ég hef þátt vína drætt ég fyrir þessu kveið. Það atriði í áramótaskaupi sem ég held mest upp á er atriðið með Ladda þegar hann lék pönkaran. Það eiginlega afgreiddi pönkbyltinguna á einu bretti á einni mínútu. Í hvaða hljómsveit ertu núna? Ég er með Ógleði. Ógleði? Viltu ekki vatnið eitthvað? Nei, hljómsveitin Fífl. Hljómsveitin Fífl, já, hljómsveitin Fífl. Hljómsveitin Fífl, það er þú sem ert Fífl. Það. Svo varst í einhverju annarri hljómsveit? Já, Drullusokkur. Drullusokkur? Þú getur sjálfur ungi maður verið drullusokkur. Hvað er aðeins maður? Glemdur að heyra honum heim eða hvað? Á borðinu, ha? Svo varst í einhverju enn annarri hljómsveit? Já. Já, með niðurgang. Niðurgang? Varstu með niðurgang? Halt á! Það! Þú reyndir ekki að fá neitt við þessu? Hvað er aðeins maður? Lendi heilinaður í jólabastunum og eitthvað? Það! Já, þú hefði sem sagt verið með... Þú hefði sem sagt verið með Ógleði? Já. Drullusokk? Já. Og niðurgang? Já. Hvað ætlað þú nú að gera þegar hálskefla ræflaroksins er... Hálskefla hvað? Ertu til þjóðfélags eða hvað? Svo Gunnar og Geir og þeir innir en það? Ég á við þegar ræflarokkstímabilinu er lokið. Lokið? Ertu svona pappakassa eitthvað? Loka bara, líma verið það. Nei. Nei, ég á sko við þegar ræflarokkstímabilinu... Ræfla hvað? Þegar ræflarokkstímabilinu er ekki lengur til, hvað ætlarðu þá að gera? Þá ætla ég að... Já, meina það. Nú ætla ég klári bara ekki viðskiptafræðin og taki við heilsunarnas pappa. Nú ætla Dolly og Doddi að taka fyrir okkur vellunaskemmti atriðið. Gjörðu svo vel. Sko, þarna er venjulega hlegið alltaf. Og þannig að nú ætla ég að segja hérna sögur af afa mínum. Afi okkar, hann var alveg ótrúlega fyndinn orðheppi maður. Maður svolítið alveg við bókstaflega lá í krampa hlátri ef hann opnaði munninn, hann var svo fyndinn. Og einu sinni var það
Afi var inn í eldhúsi með ömmu og amma var eitthvað að rífa sig og þá stakk afi aldeilis upp í hann og sagði svona við hana: Guðbjörg mín, láttu það! Sko, ég man ekki alveg hvernig það sagði það, sko, ekki orðrétt, en það var alveg ofboðslega fyndið eins og kom út úr honum, sko. Svo voru við einu sinni saman í útilegu, ég og afi, þá segir afi við mig, bara allt í einu: Dolly, hvað er... Sko, ég man ekki alveg, ekki alveg orðrétt, en það var alveg ofsalega fyndið, sko, eins og hann sagði það. Svo þannig að það hafði hann orðatiltæki sem var alveg frægt í sveitinni og svo fyndið, það var svona: Sko, ég man það ekki alveg orðrétt núna. Ég man bara að það var alveg opbóðslega fyndið og það kom svo fyndið út úr honum alltaf þegar hann sagði það, sko. Sko, ég gæti alveg haldið áfram núna í marga klukkutíma bara með sögur afa. Árið 1983 flykktust landsmenn með MS Eddu og af skiljanlegum ástæðum gerðist skaupið að miklu leyti borð í Eddunni. Einn leikarinn slasaðist við upptökur. Ég var að bera fram svona kokteilglös, eitthvað svona kampavínsglös. Vildi ekki byrja til en eitt glasi dettur á gólfið, brotnar og ég stíg á það. Það upptaka í gangi og fóturinn á glasinu, svona massífur glerfótur, stingst í gegnum sólana á skónum og kafinn í ilinn á mér. En ég náttúrulega harður nagli og klára mitt atriði bara og allt í sómanum með það og atriði var síðan notað. Síðan var ég náttúrulega borin út af og saumaður saman. Það sem var kannski skemmtilegast við þetta að 5 árum síðar, þá var ég heima hjá mér og var kominn baði, eitthvað svona slæmur í ilinni, eitthvað að nutta mér svona, kemur ekki þetta fína glerbrót út úr fætinum á mér, alveg hnullungur. Þá var ég hans búinn að vera með skaupið hérna inn í mér í 5 ár og hérna ég þarf að skila þessu broti því ég hef ekkert í því. Þetta náttúrulega segir manni bara það að maður á aldrei að taka þessi skaup svona mikið inn á sig eða inn í sig. Ég held ég gleymi aldrei atriði úr áramótaskaupi. Þetta gerðist á skipi og ég gamla kona í peysfutum, hendist hún í skúffu sem lokaðist og það eiginlega trúði enginn, hvorki ég eða þeir sem voru í stúdíónu, að þetta hefði gerst vegna þess að ég held að það hafi verið svona rifa sem að ég fór niður í hérna ofan í skúffuna. Þetta var alveg bráðfyndið og við skoðum þetta aftur átt, við ætlum aldrei að trúa að þetta hefði raunverulega geta gerst. Ég hefði komist ofan í hana. Áramótaskaupið 1984 er gjarnan nefnt kvennaskaupið því það þótti merkilegt að 4 konur voru höfundar en skaupið fjallaði líka meira og minna konur. Ég held að Þráinn Bertelsson hafi verið með skaupið árið áður og ég man eftir því að það var kvennaframboðið nýtilkomið og hann nefndi það ekki og við í kvennaframboðinu, við náðum ekki upp í nefið á okkur. Nei, það er heil stjórnmálaflokkur og hann nefnir það ekki. Við ætluðum svoleiðis að bætum betur og gerðum grín að konum. Alveg allur þátturinn var bara við að gera grín á okkur sjálfum. Miklu meira af þessu. Gjörsamlega sundurgrann. Nú voru þið að gera kvikmynd. Jú. Hvað fjallar hún? Við leitum náttúrulega fanga í reynsluheim kvenna og myndin fjallar að sjálfsögðu konu og manninn hennar. Hann lemur hana alveg hroðalega og þá gerir hún sig grein fyrir svo að segja að hún er kona. Og svo erum við ekki komna lengra. Það fór illa í feminista. Enda líka málin há alvarleg en það einhvern tíma verður maður líka að gera grín að sjálfum sér. Maður getur ekki alltaf gert grín að öðrum. Fyrir ekki, mér fannst bíllinn rása svolítið á götunni. Það getur verið eitthvað í stýrisbúnaðinum. Bíllinn hvað? Rása hvað? Þetta er flunkunni bíll? Á hvaða ferðalagi ert þú? Þarf maður að vera okkur ferðalagi þó maður sé staddur götum borgarinnar? Nei, ég var nú bara að spyrja hvaðan það verði að koma. Djöfulan kemur þér það við? Er þetta persónuofsóknir? Nei, þetta er nú bara formsatriði. Var frúin að vinna eftirvinnu eins og svo oft er? Það geta nú ekki allir snappað sér eftirvinnu eins og þið í löggunni. Ég var út að borða á holti með vinkonum mínum sporundriðin. Viltu ekki vita hvað við átum líka eimingiðin? Mætti ég fá svo ökuskírteinið? Já, var það ekki. Viltu ekki fá að sjá með brjóstin líka?
Eða mynda mömmu. Á ekki að svívirða móðum hans. Hirtu þetta bara. Hirtu bara allra skil. Hirtu þetta bara. Það er allt í lagi. Það er aðeins ein spurning að lokum. Var nokkuð haft vín hönd? Nei, ég... Nei, nú mælirinn fullur. Maður má ekkert í þessu þjóðfélagi. Maður má ekki fara út að borða með vinum sínum og skemmta sér. Maður má ekki neitt fyrir ykkur fasistum. Viljið ekki aflífa mig bara? Viljið það ekki? Viljið ekki krossfesta mig á staðnum bara? Viljið það ekki? Nei, ég fyrirgeðu, ég biðst innilegar afsökunar á þessu. Svo? Þetta átti nú... Og svo gerðum við einu sinni hálkuþátt sem hét Gætta hvað þú gerir maður. Og sem við gerðum, það var einn af þessum vondu vetrum. Opnaðu rúðuna, maður! Opnaðu rúðuna! Gætta hvað þú gerir, maður! Ertu með ökuskírteini? Nei. Hæ? Nei, þú ert með það. Ég með það? Já. Síðan hvenær? Og síðan í fyrra maður stóð tórsmöga Kringlumýrarbrautinni. Hvert að fara? Þangað. Hvaðan ætti að koma? Nú þaðan. Heyrðu góði, andaðu aðeins framan í mig. Það legg ég ekki nokkuð einasta mann. Viltu anda framan í mig? Þú ræður. Afli víkurbáta hefur verið góður að undanförnum. Dragnótaveðir eru nýhafnar og hafa gengið vel og afli verið alltaf 6 tonn í róðri af kola og þorski. Góði haltu kjafti hana. Haltu kjafti sjálfur og gætt það hvað þú segir maður. Línuveiði hefur einnig verið góð og dæmi alltaf 20 tonna afla í róðri. Árið 1985 urðu kaflaskil í meðferð gamanefnis í sjónvarpinu. Nýr hópur spéfugla var myndaður í kringum áramótaskaupið og hópurinn sá átti eftir að láta mikið að sig kveða. Góðan daginn, bræður. Þið eru heima? Já, blessaður ertu, við förum aldrei neitt. Hei. Jæja. Á maður ekki að bjóða þér upp á kaffisopa? Jú, takk. Það væri gott, ha. Nú sætla þú kannski. Jæja, hvað vorum við að tala um? Nei, við vorum að tala um kaffi. Nei, takk ómögulega ekki fyrir mig. Magnús, vilt þú kaffi? Jæja, bræður, þið eru búin að búa hérna ansi lengi, er það ekki? Já, það sé ekki orðin í 40 ár. Já, 40 ár, já, og þið hafið flutt hingað þá með foreldrum ykkar. Nei, við vorum nú bara sendir hingað í sveit sem börn. Þá var ekki nokkuð fæða hér, svo við fórum bara söður aftur. Þá voru sko pappa og mamma flutt eitthvað í burtu. Já, þannig var það, já. Við bara fórum hingað og verið hérna síðan. Þetta er náttúrulega bilun. Er það ekki, Magnús? Já, þýðu. Mér þykir alltaf óskaplega vænt skaupið 85. Þetta var svona frumraun hjá mér og við vorum svona litli strákar sem fengum hérna heila sjónvarpsstöð í hendurnar og fengum að leika okkur eins og okkur sýndist og skemmtum okkur konunglega við það. Nei, ég bað símanum að vekja mig. Lýsandi dæmi þetta er orðið snjótittlingur, snjótittlingur. Ingibjörg, ef þú vildi nú segja þetta orð fyrir okkur. Snjótippi. Og hér með veitist mér sá heiður að opna þessa nýju sjónvarpsstöð og ég hef trú á því. Ég er síðan leikstjóri Skaupsins 86 og ég sagði það leið og ég var beðinn það, sem var nú bara snemma í janúar, að ég myndi treysta mér til þess að gera annað skaup ef ég fengi sama hóp með mér. Þetta var hópur sem þá var farin að kalla sig Spaugstofuna. Það að segja ég, Siggi Sigurjóns, Örn, Latti og Randver. What a house þetta. Oh. Beautiful house this hubby you've got here. Rekan! Út með þig, já, pilla á þarna! Hvað þetta gerir þú brjálaður maður? Þú sagði mér að reka hann. Nú þarf að vera eitthvað tenskum.
Við gerðum þarna 4 stuttaþætti sem að hétu Spaugstofan, en voru nú reyndar ekki sýndir fyrr en á árinu 87. Gauji! Já? Við tókum hann mann fastan. Já, tókuð þið skýrsla manninum? Nei, hann var ekki með neina skýrslu. Man, eftir einu skets sem var svona, ég hef mjög gaman af svona húmor, þá sem sagt, eru þeir í fótboltaleikur og einn dettur og meiðist í með miklum tilþrifum. Nei! Hvað? Þetta er alveg mannlaust! Hvað er að gera? Herðu, við ekki bara að setja varamanninn. Ok. Varamaður, inn á. Áttu Fanta? Fanta? Já. Strákar, það er að biðja Fanta hérna. Nei! Sérstaklega skemmtilegt að gera svona heilsteypta þætti, svona svo kallaða litlar bíómyndir, sem er náttúrulega alveg klikkun að gera því það er alltaf mikil vinna að gera það. En bara eins og þau eru gerðið myndinni hérna, Klámhundalíf sem dæmi og hérna Lífsbarátta landans og þetta er svona þættir sem ég held mikið upp á. Það er einfaldur og fyrirferðarlítill hlutur sem hefur gert Íslendinginn stórum hæfari til að taka þátt í neyslu kapphlaupinu á síðari árum. Þetta hérna. Íslendingurinn er afar snöggur að aðlagast breyttum aðstæðum og færa sér nýjungar í nyt. Þó kemur það honum alltaf jafnmikið og óvart þegar kemur að skuldadögunum hver mánaðamót. Mér finnst sko Spaugstofan, þeir hafa gert alveg kraftaverk. Þeir eru stórkostlegir og ég veit hvað það er erfitt að standa í þessu og vera vikulega með svona. Þeir eru svona hátt yfir allt hitt hafni. Ég játa, ég viðurkenni það, ég er klámhundur. I'm a porno dog. Yes. I'm a porno dog. Á tali hjá Hemma Gunn. Gott kvöld, eða öllu heldur hægjálskunnar og velkomin í beina útsendingu hér í sjónvarpssal. Árið 1987 hóf Hemmi Gunn að skemmta landsmönnum í þætti sínum og má segja að þar hafi allir helstu skemmtikraftar landsins skemmt þjóðinni. Ég man sérstaklega eftir viðtali eða aðalgesti sem var Ragnar Reykjás. Það var mjög skemmtilegt að vinna og sérstaklega með Sigga Sigurjóns, hann er svo mikill atvinnumaður og grínisti. Í tilefni dagsins og svona. Já, það er sko kallinn, gjörðu svo, fáðu sæti bara. Það er sko kallinn minn, sko, það er ekki skemmtilegt. Jæja Ragnar, vinur minn, gaman að fá þig í sófann. Já, þakka þér fyrir það, elsku kallinn minn, sko. Það er nú margt fólk hérna í salnum hjá þér, það er ég að segja hérna. Heldur betur. Blessaður, elsku Eyvi minn, það er gaman að sjá þig hér. Þú varst nú ekki mættur í dag þegar, já, nei. Jæja, nú skaltu bara halda þínu striki, Hermann, vegna þess, Hermann, að auðvitað er þetta þinn þáttur og svona og þannig að ég er hér bara þinn gestur og svona og þú ræður hér algjörlega ferðinni. Þú ert skipstjóri á þínu skipi og maður skildi ekki fara að deila við kallinn eins og sættir. Það er ekki spurningin minn. Það láttu spurningarnar alveg dynja á mér í löngum bönum. Það er ekki spurningin. Láttu það bara að vaða, elsku kallinn minn. Láttu mig ekki vera að vaða hér við þig. Það er ekki. Má ég það byrja? Hann veður svoleiðis, sko, yfirmann, hefur valið svoleiðis sem mig og mína fjölskyldu, en ég er komið sár á sálina. Ragnar Reykjás? Já, þegar ég hugsaði Ragnar Reykjás, þá fæ ég nú bara í hnén. En hann er með svo stuttar lappir að ég held að skipta ekki einu sinni máli þó hann væri þverrandóttu buxum því að þær eru það stuttar að þú margt í lengjunar eða gerir neitt fyrir þær. Jæja Ragnar, þetta var nú heldur betur yfirgangur. Já, sko, yfirgangur, Hermann, sjáðu til, þetta er náttúrulega búið að ríða hlutinu úr samingi þannig að ég held að þetta ekki sanngjarnt að vera að segja þessi yfirgangur. Þetta er bara tæknibrellur, Hermann. Þetta er enga síður. Ekki vaða svona yfir mig, Hermann minn. Vegna þess, þetta sama sagan með ykkur fjölmiðlamenn, þau svoleiðis að valtið yfir mann og maður bara á sig einskis síns von. Hermann, þarna fórstu yfir strikið og þetta, Hermann minn, verður þú bara að laga vegna þess að þú farið engan gesti svona þátt eða þú ætlar að vera svona stæla alltaf við þína viðmælendur. Maður áttar sig ekkert á svona framkomu. Hver er á línunni? Þetta er Yrsa Þöll. Sæl Yrsa Þöll. Sæll Fróði. Bless. Má ég byrja Benedikt?
Gjörðu svo vel. Já, það er þannig sko hérna á mínu heimili. Já. Tölum nú yfirleitt mjög gott mál. Já. En það vill svona brenna við. Já. Ef að eitthvað fer úr skeið hjá okkur eða okkur lendir illa saman eða eitthvað svona við segjum og grípum til svona shit. Já. Já, við kannumst við það. Já, sko, shit er náttúrulega enskusletta, ég veit það. Jú, jú. En mér datt í hug kannski hvort að þú getur fundið eitthvað annað fyrir okkur sem getum notað. Já, samkvæmt íslenskri orðabók Arnalds og Örnólfs þá þýðir engilsaxneska orðið shit, skán, skítur, saur, aur, hægðir, jafnvel, já, hægðir er mjög við hæfi myndi ég segja. Hægðir? Já. Já, nei, veistu, já, setjum til dæmis ef ég var að baka klíðisbrauð sem ég ger nú gjarnan, sko. Já. Og degi kannski skítfellir hjá mér eitthvað svo leiðis, að að segja það bara, hægðir. Ha, finnst þið það ganga? Nei. Eða ef ég til dæmis lent á séns og færi kannski út að keyra með kærasta, já ekki kærasta sko, en ef ég til dæmis færi með honum eitthvað út að keyra svona og að segja þá ef að dekki til mér springur eitthvað svona hægðir, það sprakk. Já, nei, það er nú kannski ekki alveg nógu gott í þessu tilfelli, en þú gætir hugsanlega eins og þau nota það í yfirfærðri merkingu. Já. Þannig að ef það springur hjá okkur, þá getur þau sagt við unnustæðin, þú hægðir ekki á þér og það sprakk. Hægðir. Já, ég prófaði það næst. Já, prófaðu það. Já, komið á rautt hjá mér. Við skulum nú ekki fara að fá stöðumæla sekt. Svona, það er best þú hafir þetta hérna hjá þér. Þetta er dög út mánuði. Já, þetta er fyrir grófa mín. Er eitthvað aðeins, Nanna minn? Nei. Já, mér fannst þú gefa frá þér eitthvað hljóð. Já, nei, það var ekki ég. Það var hann Bjarni. Nú, já. Nei, þetta er ekki hann Bjarni. Nei, þetta er Trausti. Þið eru bara tveir hérna inni. Nei, sko, við erum þrýr. Þetta er Bjarni. Eru þið tveir í rúminu? Já, þetta er allstað svona. Já, þetta kalla ég nú hagræðingu. Já, það er að gera og nota plássið sem best. Kemur ykkur ekki vel saman? Jú, þannig, jú. Hann er bara ekki sérlega ræðinn, hann Bjarni. Það er gaman fyrir þig að hafa kompani. Sko áður fyrir var þetta ein þjóð, ein stöð, einn húmor. Nú náttúrulega hefur orðið kynslóðarbreyting eins og hefur orðið í mörgu öðru. Það verður alltaf að halda sig við planið. Sigurjón, af hverju er ekkert að gerast á sviðinu? Shit, maður, stelpur, dansa! Hvað sko að tala það, við ekki borga fyrirfram? Já, það er eitthvað tími til að tala það núna, stelpur. En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðarbreytingu eða nýja tegund af gamanefni í Limbo-þáttunum árið 1993, þar sem nánast óþekktir skemmtikraftar þóttu allt of grófir með við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa. Það bara skrifa í blöðum sko, hver borgar fyrir svona helvítis vitleysu. Við gerðum 2 þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þáttunum var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona. Áttu þorramat? Já, viltu bakka það? Já, það ekki, bara. Við erum með nokkra. Hvað er svona vinsalast? Hverju menn eru með? Við erum sem er með sviðasöldu, súlu slótri, sósu og hrútspungum, þrumarum í spil. Áttu ekki einhvern sem er ekki með sósu og hrútspungum? Sem er ekki með sósu og hrútspungum? Já. Hér er eitt sem er með hangikjöti, sósu og hrútspungum, lundabakka, þrumarum í spil. Þessi með sósu og hrútspungum? Já, bara smá. Já, nei, ég vil það ekki, ég vil ekki. Hér er ég með eitt sem er með þrumara, hangikjöti, sviðasöldu, harðfiski, sósupungum, sóslátri, lundabakka. Fyrirgefðu, hvað sagður þú? Lundabakka. Nei, ég veit það því. Sósupungum. Ég vil ekki sósaða hrútspunga. Nei, þú vilt ekki sósaða hrútspunga. Nei.
Hér er meitbakka sem ekki með súrsölu. Þetta er harðfiskur með smjöri, sviðasölda og ég get... Fyrirgefðu, hvað er þetta hér? Þetta er ostur. Það lítur út alveg eins og súrsaðir hrútspungar. Já, þetta er ostur. Hvernig er ostur? Hrútaostur. Hrútaostur? Já. Er ostur ekki unninn úr mjólk? Jú. Já, þú meina þetta sé kindaostur? Nei, hrútaostur unninn úr hrútamjólk. Hrútamjólk? Já. Ég er líka með þorramjólk. Þorramjólk? Súrmjólk. Súrmjólk. Hérna, er enginn annar afgræðin? Býtu, ég er hérna með einn bakka sem er ekki með. Þessi hér er með hangikjöti, harðfiskur með smjöri. Fyrirgefðu, þetta er nákvæmlega sami bakkin og áður nema hvað þú ert búinn að fela hérna súrsuðu hrútspunguna undir þrumarann. Nei, gerðu það ekki. Ekki? Hvað er þetta? Ó, gerði það? Já, þú gerði það nefnilega. Þetta er alltaf sami bakkin hér sem þú hefur verið að sýna mér nema hvað þú ert búinn að telja það upp sem er á honum í mismunandi röð. Það er ekki satt. Ekki, sýndu mér hérna bakkann, sýndu mér hérna bakkann. Ekki. Ég krefst þess að þú selgir mér hér þorra bakka sem er ekki með súrsuðum hrútspungur. Ánægðu þá? Ég get ekki keypt þetta. Út af hverju? Þú er búinn að skemma hann. Hér er meitbakka sem er ekki með súrsuðum hrútspungur. Hvað er á honum? Þorra kjúklingur, franskar þorrakartöflur og þorra hrásalat og kóktelsósa. Er hún ekki þorra? Jú, fyrirgefðu, hún er þorra. Það er engin súrsaðir hrútspungar í þessu? Nei, ég drep þig að það er súrsaðir hrútspungar í þessu. Sér þá. Fæ þetta þá. Áttu hérna þorra sprætt. Þorra sprætt? Já. Gamanefni í sjónvarpi hefur vissulega breyst og ég held að sko, hvað maður að segja, staðallinn, svona sársaukastaðallinn hafi fæst sko ofar. Núna leiðist mönnum kannski að vera kannski aðeins, hvað maður að segja, svona klúrari, skjóta aðeins fastar. Nei, þið auglistu sko að hérna, ef maður kæmi nakinn í búðina, fengi maður frían GSM-síma. Já, nei, það er bara fyrir 10 fyrstu. Ó. Já, þú ert örugglega svo 100. sem kemur í dag. Ó. Hvað, er það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM-síma? Já, ég segi það ekki. Gítu hérna eins og bakvið með. Mér fannst svo mikið dirfska í gangi og mér fannst þarna eitthvað þor sem að ég hefði aldrei og mundi aldrei leyfa mér. Og ég hugsa oft, hvernig komast þér upp með þetta? Það er vandamál margra kvenna hvað eiginmenn þeirra haga sér oft barnalega. Þetta er ein algengasta ástæða hjónaskilnaða í dag. Já, það er rétt, Jón. Við strákarnir eigum það til að detta niður í hegðunarmunstur sem var okkur eðlilegt þegar við vorum börn. Við skulum líta á dæmi. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Viltu vera menn? Já, ég er nú eiginlega að borða. Má ekki bara bíða í herbygginu hérna á meðan? Olla, má Helgi bíða í herberginu okkar á meðan ég klára að borða? Nei, ég vil segja út í það svo gott veður. Látt ekki svona. Ég ætla að sýna hún nýja bókhaldsforritið mitt. Vil ekki segja leika ykkur í tölvunni það svo gott veður úti. Jæja. Ég ætla bara að fara út. Þú ætla ekki að klára matinn? Nei, ég er ekki svangur. Tímarnir eru orðnir mun miskunnarlausari heldur en þeir voru. Mönnum er mun síður hlíft og þetta á ekki bara við gamanefni, þetta á við alla fjölmiðlun. Og svona við þessir gamanhöfundar siglum kannski svolítið í kjölfarið á því að það er miklu meiri harka í samfélaginu. Og einn daginn þá ákváðum við að drífa okkur út og fá okkur hot dog, þessist pulsu. Og þegar ég kom með pulsuna í hendina, þá vill ekki betur til en ég missi hann í götuna og segi svona "Oh no, look at this! This is awful, I lost it!" Nema hvað að David Hasselhoff, hann var staddur þarna rétt hjá og hann heyrði mig segja þetta og hann var einmitt að leita að fólki í þáttinn og hann réði mig á staðnum. En segðu mér, nú þurfa leikarar oft að leggja ofsalega mikið á sig fyrir hlutverk og svona. Þú sömur þurfa að fita sig eða öfugt og hvað þurfti þú að gera? Sko það eina sem hann vildi að við gerðum, hann er mikið á móti svona tæknibrellum og hann sko vill að við gerum slow motionið á ströndinni sjálf. Þannig hann sagði að við ættum að æfa okkur að gera þetta slow motion og það var það sem ég þurfti að leggja til. Vá, hvernig tókst þér eiginlega upp með það? Mjög vel. Ég var ekki nema svona 2 daga að ná því. Hvernig tókst þér að svona samlegast leikurunum? Voru þið ekki rosalega mikið að stríða þig fyrst? Jú, sko ég var rosalega feimin fyrst, en mér er sagt að það sé bara eðlilegt.
En David, eða eins og ég kýs að kalla hann var mér algjör stoð og stytta og fyrr en varði þá var ég orðin hrókur alls fagnaðar. Ég fekk leyfi til að sýna bút hér, en þessi þáttur hann verður ekki sýndur fyrir 97. Já. They don't know that. See ya. Thank you. Á síðustu árum hefur nokkurs konar skaup verið á dagskrá sjónvarpsins í hverri viku. Engu að síður heldur hið eina sanna áramótaskaup enn sérstöðu sinni. Er þetta hjá Jafnréttisráði? Já. Þetta er kona. Ég er kona. Er það ekki hvað? Mér finnst áramótaskaupið vera einhver merkilegasta hefð og mikilvægasta hefð sjónvarpsins og gleðrist ákaflega yfir því að þetta skuli hljóta svona veglegan sess. Af því þetta er svolítið sér íslenskt fyrirbæri. Ég verð alltaf jafn hissa hvað íslenska þjóðin fyllist mikilli móðursýki í sambandi við áramótaskaup. Fannst þér að rætið, ekki rætið, skilurðu, og þetta er svo brjálæðislega fyndið. Það horfa allir á þetta. Þetta á alltaf að vera það fyndnasta í heimi og yfirleitt er fólk mjög óánægt og er að agnúast út í skaupið. Þetta áramótaskaup er alveg bráðnauðsynlegt og ég gleðst yfir því að sjónvarpið skuli hafa haldið því til streitu. Sjónvarpið hefur reynt að fá fólk til þess að vera skemmtilegt og sniðugt en það þarf þó minnst og kosti ekki að sakast við sjónvarpið þó að það hef ekki alltaf tekist. Það er ekkert allir voðalega sniðugir og skemmtilegir, það er ósköp einfalt mál. Þá er víst komið meira en nóg í kvöld. Bless.